Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Á Græna hattinum helgina átti að vera The Last Waltz með The Band í flutningi Sniglabandsins. En það breytist aðeins, en til mín kominn Einar og Haukur, velkomnir. Takk. Þú voru aðeins að útskýra hvað? Já, þetta sem sagt átti að vera svona tribute The Band sem við ætlum að flytja lögin úr kvikmyndinni The Last Waltz sem að Martin Scorsese gerði 1976 sem var svona hljómsveitina The Band og þeirra lokatónleika og hérna við erum búin að vera að æfa þetta prógram mikið og flutt áður kannski? Já, við erum búin að flytja þetta 3 áður og við erum með blásarasveit og slagverk og fullt af gestasöngurum eða hvað? Fullt af gestum, bara eins og var á upphaflegu tónleikunum. Nema svo bara í fyrradag þá Björgvin Plóter, trommuleikari og aðalsöngvari hljómsveitarinnar, Lee Von Helm okkar sko, hann bara þurfti að fara skyndilega í hjartaþræðingu. Og svona. Þannig að hann ekki að fara að koma að syngja og spila á trommur. Nei. En ég að segja það gekk allt mjög vel. Gott að heyra. Hann fær að fara heim í dag og bara... Frábært. Kemur hann kannski norður að horfa? Nei, tæplega. Nei. En þið ætlið samt að halda eitthvað strikki og vera með heljar tónleika? Já, það meiningin að bara breyta þessu viðburði svolítið og reyndar hinn hjartasjúklingurinn verður heldur ekki með hann, Þorgils gítarleikari. Hann var að spila einhver árshátíð eða þorrablóti og bara alveg frá eftir það. Það var aðeins að jafnast eftir það? Já. Tinnitus og eitthvað. Þið eru búin að vera svolítið mörg ár í bransanum. Já, þetta er svolítið gamalt. Þið eru orðnir dálítið, ekki kannski andra, ég vil ekki segja það, en það getur ýmislegt komið upp á. En það var nú gott að geta brugðist við því og bara redda málunum. Já, við erum búin að hóa í fullt af liði sem ætlar að koma og gesta hjá okkur. Pálmi Gunnars til dæmis, Andrea Gylfa og manni ekki neitt. Manst þú einhverja fleiri gestasöngvara í þessu? Það kemur bara. Já. En hefur þú fylgst með þessu The Last Waltz eitthvað sérstaklega? Já, þetta voru svona uppáhalds tónleikar. Þetta þessi mynd sem hann gerði, hún nú talin einn besta tónleikamynd allra tíma. Hvorki meira en ég minna. Og þetta voru góðu tónleikar og The Band var náttúrulega frábær hljómsveit. En þetta voru loka tónleikarnir og hvað, svo hættu þeir bara, eða hvað? Þeir hættu og náttúrulega byrjuðu svo aftur eftir nokkur ár, en ekki allir. Nei. En þetta var svona slúttið hjá þeim þannig, sko. Það fór aldrei á svona fullt skrið eftir það. Ég verð að játa það, ég hefði aldrei heyrt þetta, það kannski bara segir svolítið minn tónlistar svona bakgrunn. En þetta er algjört költ, svona. Þetta var merkilegt, sko, þeir spiluðu undir hjá Bob Dylan og Joni Mitchell og Neil Young og fullt af liði, sko. Já. Bara... Rosa tónlistarmenn. Og þegar þeir voru tilbúnir að koma norður með 13 manna hljómsveit og flytja þetta efni, þá var ekki tækt að segja nei við því. Segir maður ekkert nei. Og þeir rúmast alveg á sviði Græna hattsins. Já, það var nú búið að gera, við vorum búin að fá einhverja palla til að stækka sviðið. Já, allt hægt. Þannig það var búið að undirbúa allt. Já. Og eru uppselt á tónleikana? Nei, reyndar ekki, en það var búið að selja ágætlega á þetta. Já. Og það verða haldnir tónleikar og einhver lög af þessum tónleikum verða flutt, væntanlega, eða hvað? Jú, hann náttúrulega Björgvin var náttúrulega aðalsöngvarinn eins og ég segi, en jú, það verða örugglega einhver lög. En svo eigið þið bara fullt í sarpinum. Já, við eigum náttúrulega ansi stóran katalóg. Já. Nú man ég eftir honum Hannesi fyrir Bjarnasyni sem ætlar að vera á trommur. Já, það er að leysa trommuleikaramálið. Og syngja og hann skemmtilegur maður líka. Og Guðrún Gunnars líka. Og Guðrún Gunnars. Og þetta við ætlum líka svona bara að spjalla við fólk og hafa þetta svolítið skemmtilega kvöldstund bara. Já. Og segja sögur. Segja sögur. Er þetta núna á laugardaginn? Já. Á morgun þegar þátturinn fyrir loft? Já. Akkúrat. Og Græni hatturinn, 16 ára ævintýri og ekkert einhver svona bílbugur á þér, það er ekki? Nei. En það árið svona, það full bók alveg fram í júlí, sko. Þannig að ég er ekki að fara eitt alveg strax. Nei. Þú ert búin að bóka tónleika fram í júlí. Já. Heyrðu, sem minnum við á það. Hvenær er að koma þá aftur með The Band? Það er spurning bara hvenær er pláss fyrir ykkur. Ég veit ekki hvað ég á nokkuð dag fyrir neitt þegar hann seint og síðan. Nei. Bara í haust þá, reynum við þetta aftur þá, það ekki? Jú, bara sem fyrst. Svona að kíkja á það. Svo erum við ekki búin að gleyma allu. Já.
En ferðu einhvern tímann í frí, Haukur, því að nú er þetta sko hverja einustu helgi, hefur þú lokað græna hattinum bara og skroppið í frí, það tekur ekki frí? Já, ég loka hann svona, það eru nokkra helgar sem ég loka, sko. Já, því að þegar þú ert ekki, þá er bara lokað. Já, þá lokuðu við bara. Það er bara þannig. Og ertu eitthvað á leiðinni frí? Já, reyndar aðra helgi, sko. Já, ætlar að fara í Næstu sól? helgi. Nei, ég er að fara á tónleika. Já. Hvað ætlar að sjá og heyra? Ég ætla að sjá Tears for Fears og Alison Moyet í Brighton. Já. Ætlar að nýta þér hérna beinaflugið eitthvað, súparbrekki? Vel gert. Já, það er sniðugt. Það er mjög sniðugt. Já. Þannig að þá verður græni hatturinn bara lokaður? Já. Þetta er magna. En svo veit ég hvernig ég fer frí næst, sko, þannig að ég skot að njóta þess. Já. Er þetta svona einu svona ári sem þú... Nei, þetta er svona 3-4 sinnum. Já. Sem ég tek svona einu helgi. Já. Gott að vita. En ég var bara hvetja fólk til að koma, aðtöku hvort það séu lausir miðar, núna á laugardaginn. Já. Og getur þú kannski sagt okkur eitthvað aðeins meira? Því að ég fór aðeins og googlaði, ég þekki ekki mikið af þessum lögum. Meinarðu þá hérna... Úr þessum The Last Waltz. Þetta er náttúrulega aðalega The Band lögin sem við spilum, sko. Já. Það er lag sem heitir Up on Cripple Creek og það er lag sem heitir The Wait. Já. The Night They Drove Old Dixie Down og mörg fleiri. Og eru þið alveg búin að ákveða hver á að syngja í staðinn fyrir Björgvin? Já, við tökum nú ekki lögin sem hann syngur. Nei, það eru bara ég er með eitt lag. Þú syngur eitt lag? Já. It Makes No Difference. Þetta er forvitnilegt. Ég held að fólk verði eiginlega bara mæta til að... Þegar fólk heyrir þessi lög þá þekki þetta allir, sko. Þá kveikja þeir á þessu, það er þannig. Já. Eitthvað að lokum bara, svona rétt áður en við endum þetta. Tja, þetta bara stefnir í bara skemmtilegt laugardagskvöld á græna hattinu. En svo öðru seldur en var áætlað en... Já. Örlítið annað repertoár en einhvað síður nánast sama band og... Svona kannski eitthvað í ættið út af stættinu okkar sem voru hansi vinsalir. Akkurat, þið spjallið svolítið mikið við gestina og eru svolítið að grínast inn á milli. Já, það er svona. Er það ekkert að fara að koma aftur? Þið sáuðum sunnudags eftirmiddag dálítið lengi, man ég. Já. Ég er til. Þú ert til? Það er spurning hvað útvarpsstöð kannski stekkur á þetta? Já. Þetta, nú bara sáum við þessu fræði hér. Ég veit að það eru margir sem að myndu vilja heyra þetta aftur. Takk kærlega fyrir komuna og góða skemmtun á laugardaginn. Takk. Takk sömuleiðis.